Þetta hérna Ford Puma, þetta minnsti Fordinn frá Brynborg. Þeir bílar sem þeir eru með eru Ford Explorer, rafbíll og Ford Capri, en þetta Ford Puma. Það verður að segjast eins og að þetta ákaflega vel heppnaður bíll. Þetta svona sportjepplingsútlit eða crossover. Þetta ekki neitt jeppi eða neitt slíkt, enda þetta framhjóladrifsbíll. Þessi útgáfa hérna, hún ákaflega vel búin. Til dæmis allt það sem við viljum sjá í svona bíl. Við erum að tala upphituð sæti, upphitað stýri, upphitaða framrúðu. Svo getur við keypt ökumannspakka líka hjá Brynborg sem fylgir þessum bíl. Þá ertu komið með skynvæddi hraðastilli sem margir vilja hafa hérna í borginni. Það sem ég sé hérna, eins og til dæmis skjárinn fyrir fram að mig, maður sér alveg þær upplýsingar sem maður vill hafa beint í æð. Ég sé hvað eftir mikið af rafhlöðunni. Fínn skjár. Þetta bara eins og maður þarf að hafa, sem ef maður að hafa leiðsögukerfi hérna fyrir fram að sig. Og ég setti hittarann á í framsætið og það bara að koma virkilega vel út. Hann fljótur að virka. Ég var að kveikja á þessu. Rafhlaðan í þessu bíl hérna, hún ekki mjög stór. Hún 44 kW. Hérna þetta að hlaða bæði í hraðhleðslu og heimahleðslu. Og í hraðhleðslunni hann að taka 100 kW sem ekki lítið fyrir svona litla rafhlöðu. Og síðan þetta hlaðan heima, þá tekur hann 11 kW með sig í einum. Þetta atriði sem margir spá í, ef þeir eru að kaupa sér rafbíl, hvort að þetta sé lítið rafhlað. Bíllinn lítill. Það eiginlega ekki hægt að koma stærri rafhlöðu í hann, myndi ég segja. Ef við erum að hugsa afköst á þessum bíl, þá við erum að tala 168 hestafl og hann togar 290 Nm, að hann ekki eyða nema 13,6 kWh á hverju 100 km. Mun örugglega henta mjög vel í borgarakstri frá degi til dags og þá þetta henda honum í hleðslu kannski ef menn í vinnu eða eitthvað svoleiðis að þá geta henda honum í hleðslu á vinnustaðnum sínum eða hlaði yfir nótt heima. Þetta svo sem ekki bíll sem hugsaður til þess að fara í áætlunarferð til Akureyrar eða eitthvað svoleiðis. Þessi bíll að koma til Brynborgar í 2 útvarslum. Við erum að tala grunnútgáfu og svo aftur premiumútgáfu. Það munar ekki miklu í verði á þessum bílum, þessu 2 útgáfum. Við erum að tala 4,3 tæpar fyrir grunnútgáfuna, en við erum að tala 4,5 eða tæpar 4,5 fyrir premiumútgáfuna. Ég myndi segja að það sé alveg rosalega fínt verð fyrir bíl sem þetta vel búinn. Hér síðan gríðarlega skýr, alveg kýrskýr bakkmyndavél að rúsínunni í pylsuendanum. Þetta rafdrifin skottleiri á þessum litla bíl hérna. Hér eru við komið með skott sem við fyrstu sýn lítur bara normal út fyrir normal svona lítinn bíl. En ef við opnum hérna, hvað sést þá hérna niður í hyldýpi bara? Þetta skott 574 lítrar. Þetta skott alveg rosalega stórt og við erum að tala að það sé 100 lítrum stærra heldur en til dæmis í Kia EV3 sem svona kassalega bíl. Hérna til dæmis væri hægt að koma með lítið gólfsett eða bara gólfsett sem hingað. Já, þú getur sett gólfsett hérna, sikkurt gólfsett og láta það standa hérna í ef þú geymir þetta hérna heima. Nú þarf þetta að fella niður sætin 40-60 og þá náttúrulega hægt að hlaða í alls konar dóti úr IKEA eða ef maður að fara í húsgagnahöllinni eitthvað svoleiðis að þá þetta bíll sem alveg hægt að nota í það. Þetta svolítið skemmtilegt hérna til þess að loka hérna niður í skottið og svo bara ýtir maður að takka og loka skottinu. Hér síðan gríðarlega skýr, alveg kýrskýr bakkmyndavél, en síðan erum við hér með stillingar á miðstöð. Við erum með stýrishittarann og það hiti í framrúðunni. Það óðbóðslega góður kostur þegar maður að fara á stað á morgni að geta hita bílinn upp og sérstaklega að framrúðan sé fljóta bræða af sér. Það eru nokkra aksturstillingar á þessum bíl. Ég ætla aðeins að fikta í þeim hérna á leiðinni út úr bænum og við getum haft hann í normal, eco, sport eða hálku og bleitu og auðvitað langar mig til þess að setja hann í sport og svo ég hérna með svona
sound vél sem kemur með hljóðið inn í bílinn. Þið heyrið það alveg greinilega. Það kemur svona, sem sagt eins og ég sé að keyra svona lítinn sportara. Já, hann er skemmtilegur í sportstillinguna, hann verður svona allur stífari og já, virkilega skemmtilegur. Þið sjáu það að hurðirnar opnast alveg þokkalega á þessu. Ég er hávaxinn, 1,89 og ég ætla að setjast hérna inn í þennan bíl eins og ég sé bara að setjast inn í leigubíl. Sætið er í þeirri stöðu sem það var í þegar ég var að aka bílnum. Ég myndi færa það örlítið framar fyrir þann sem sæti fyrir aftan mig. Þetta er bara fínt pláss í litlum bíl. Í grunninn mjög vel búinn bíl. Við erum að tala um Bang & Olufsen hljóðflutningstæki hérna, alveg þráðlaus hleðsla hérna fyrir síma og takk eftir í að þetta hérna er svona gúmmí innlegg sem maður getur sett hérna og jafnvel þrifið eða sett í uppþvottavélina. Hver veit. Við höfum alveg ágætis mælaborð hérna fyrir fram á okkur, leðurklætt. Þetta er hart hér í efsta laginu, svo er þetta svona leðurklætt hérna og það sem að mér finnst mjög flott við þennan bíl hvað hann er ofsalega fallegur að innan. Það er svona rúskín hérna í miðjunni eða alcantara og svona pleður til hliðana. Skemmtileg hérna hurðarspjöldin í honum og hér eru 2 USB-C og 12 volta tengi. Mér finnst seturnar alveg ágætar. Það er svolítið stutt frá gólfu og upp í sæti hérna. Það er af því að rafhlaðin er hérna undir og þetta er ekki sérhannaður rafmagnspallur, heldur er eins og ég margoft sagt áður bílinn byggður á bensínútgáfunni af þessum bíl og þess vegna held ég að sé svona gott að keyra þetta. Þetta er ekki bíl sem er byggður á rafpalli eins og Kia EV3 eða já, hvað ég var að segja, Hyundai Santa Fe eða þessir kassalaga bílar. Heldur er þetta byggt á grunnpallinum á Puminni sem var með bensínvél. Það gerir hennar bíl svolítið svona skemmtilegan í akstri. Þetta er ekki eins og þú sért beint að keyra rafbíl. Fjöðrun í honum er stíf og stýrið á honum er ákaflega næmt. Ég finn það bara ef ég stýri honum hérna að ég finn hvað er undir honum. Ég finn vegayfirborðið og það er kallað að hafa svona tilfinningu fyrir bílnum. Við erum hérna með mjög huggulegan bíl með rafmótor sem á að geta farið alltaf 376 km við bestu aðstæður. En ég tók eftir við vorum að fara á stað núna að rafhlaðan sýnir hérna 187 km við 89% hleðslu. Já, munurinn á Select útgáfunni og þessum hérna sem er premium, hann er ekkert svo mikill. Það sem er í þessum premium bíl sem að ég myndi vilja helst, það er lyklalaust aðgengi. Þú getur starta bílnum með takka og þú þarft á lyklalaust aðgengi inn í bílinn. Þannig að maður þarf ekki lykil til þess að opna. Það finnst mér mjög miklu máli skipta þegar maður er að umgangast bílinn til dæmis að vetri til. Að auki eru 18 tómmu felgur á þeim bíl á meðan það eru 17 tómmur á grunnbílnum. Þetta er rosalega fallegu bíl. Það er ekki hægt að segja annað. Það var lítill bíl í ætt við Fiestuna í gamla daga. Hann er reyndar aðeins stærri en sá bíl. Þetta er málað, þetta er ekki svona plastskrats hérna sem að maður er að horfa á hér. Heldur er hann allur í þessu glansi. Þið sjáu hérna er svona svört rönd sem að rífur hann aðeins út frá þessu normal looki. Hann rammar hann svolítið inn. Síðan erum við hérna með LED framljós, það er frönk í honum, tiltölulega stórt og svo er hann svolítið flottur hérna framan finnst mér. Þetta er virkilega velheppnaður bíl frá Ford og þetta er bílinn sem átti að koma fyrir nokkrum árum. Það er gott að aka þessum bíl. Hann er næmur, maður finnur vel fyrir honum og hann er að gefa manni góða fílingu.